Í höfuðstað síldarinnar margfölduðust öll einkenni síldarlífsins til góðs eða ills eftir því sem verkast vildi og aðalgata var hjarta Siglufjarðar. Nei, það er ekki rétt. Hjarta Siglufjarðar var auðvitað síldin sjálf, en aðalgata var hjarta landlegunar. Þá var aðalgatan alveg full af fólki, þannig að það var hvergi hægt að drepa niður fingur eða neinu og þetta myndi mér svona seinna þegar ég sá myndir frá Tókjó. Þegar allt var ein eðandi gös þar. Í Brænum leitaði stór hluti flotans vatns á Siglufirði. Þá gátu hæglega orðið 10 til 12.000 manns í bænum, Íslendingar og útlendingar. Þessar landlegur spunnust miklar sögur sem urðu hluti af því lífsævintýri sem síldarónin voru. Gilti það jafnt Sigló og aðra síldastaði. Það var svo mikið rætt áflóg, ólifnað og drykkjuskap síldarfólksins að frómar sálir hrylltu sig. Íllramdastur allra staði þessi efni var mesti síldarbær heimsins en Raufarhöfn tók að slaga upp í hann þegar leið á 7. áratuginn og margur drykkjusvolinn og áflóguhundurinn var sagður vera í þessum flota. Það var ákaflega mikið drykkjuskap á síldarbátana, það er ekki takt að neita því. Það var jafnvel þegar komið var að landi og átti að fara að landa, þá var einn maður sendur í ríki til þess að kaupa nokkra flöskur ef að von var í landlegu þegar búið var. Og það stundum talað drykkjuskap sjómanna. Sjómenn eru langdvölum út á sjó. Þeir koma og kannski eiga ekki allir athvarf í landi. Þeir þurfa að ljúka sér af á skemmri tíma heldur en þeir sem í landi eru. Ég fullyrði að þeir drekka ekki meira heldur en þeir sem í landi, en kannski ber meira á þessu meðan þeir eru að ljúka sér af. Maður heyrði það bæði í blöðum og útvarpi að hér væri mikill ólifnaður og drykkjuskapur og svall og svínari, en ég held nú að þetta hafi nú verið orðum aukið. Það bar mikið á sjómönnum í svona litlu þorpi og þetta voru jú kaldir kallar og allt það, en þetta var allt saman indælstrengir. Það var nú ekki alltaf verið á fylliríi og þegar að verið var í landi og menn skemmtu sig á ýmsan hátt. Mér minnist að einn miðsumarnótt í Grímsey. Þá var saltað þarna og þarna voru milli 30 og 40 stúlkur á síldarplani og við lágum þarna á 40-50 bátum og það var verið 400-500 kallmenn sem fóru í land og á eyjuna. Og þarna var dansað bæði úti og inni af þessum 400 kollum og 30-40 stelpum fram á morgun, glampandi miðnættusól. Og þar var engin maður með vín og engin lögregla og ekki neitt og allir skemmtu sér alveg prýðilega. Flestir á lástífilónum og í vinnugallanum og stúlkurnar á síldarbílsónum. Og það var ýmislegt gert sér og öðrum til skemmtunar í landlegum, en auðvitað var drukkið bæði fyrr og síðar þegar höfnin fylltist af skipum og möstrun urðu eins og skógur yfir að líta. Vínbann var sett á í landinu 1915 en í Fiskarnes Eldorado var það ekki annað en grátbroslegur farsi. Kaupmenn auglistu suðurspritt og læknar gaf út áfengis lyfseðla í stórum stíl. Og án vafa hafa áflógin stundum verið háskalegri en þessi, en öllum ber saman að aldrei hafi ráðist margir á einn. Það vildi oft slást í kekki og þá slagsmál. Þá var maður skítræddur bara og lét fætur forðast sér bara heim. Þetta var allt margfald. Meiripartin af sjómennum, 95-97% eru fyrirmyndamenn og jáft þó þau sé á síldjar fyrir norðan eins og heima hjá sér. Meintan og ólifnað er best að ræða sem minnst enda siðferðismatið annað í dag en í gær. En allt getur gerst og áhelst að gerast þegar þúsundir 17-25 ára karla og kvenna hittast á hraðlifandi síldarstund. Og varla tilviljun að síldarlífið var kallað hjónabandsmarkaðurinn mikli. Það gaman á Grímseyjarsundi við glampandi kvöldsólaröld. Þegar hækkar í lest og hleðst mitt skip við hávana fleiri og fleiri. Svo landa ég síldinni sítt á hvað á Dalvík og Dagverðareyri. Og
Árið 1939 loks farið að rofa til í sjávarútveginum, kreppu áratugurinn að baki en þá hafði síldarútvegurinn verið aðal haldreipið. Heimsstyrjöldin síðari hefst haustið og þá dragast fiskveiðar Evrópuþjóða verulega saman. Skortur verður á matvælum og gríðarleg eftirspurn eftir fiski sem leiðir til stórhækkaðs verðs. Þegar Bretar hernema Ísland fá þeir úrslitavald sölu íslenskra fiskafurða. Meðal sala íslenskra togara á Bretlandsmarkaði margfaldaðist. Stórskuldug útgerð var allt í einu skuldlaus. Vinnan hjá setuliðinu gaf drjúgar atvinnutekjur, Bretavinnan svo kallaða. Geysileg eftirspurn eftir frystum fiski snarbætti hag hraðfrystuhúsanna. Þetta var upphaf stríðsgróðans mikla. Nú var kominn tími til að hugsa stórt, nógir peningar. Íslendingar áttu mikinn sjóð í innistæðum erlendis í stríðslok og voru allt í einu orðnir ríkasta þjóð heims og mesta síldveiðiþjóð heims miðað við fólksfjölda. Og síldaraflinn á stríðsárunum var meiri en nokkru sinni fyrr. Saltsíld hafði orðið miklu vandari vara eftir að síldarútvegsnefnd var stofnuð og fekk yfir umsjón með framleiðslunni miðjan 4. áratuginn. Þá hafði hafist söltun reknetasíldar við Faxaflóa. Þá upphófst gamli gróðakvatardraugurinn og vöruvöndun engin svo orðið faxasíld var lengi skammarirði í viðskiptalöndum Íslendinga. En á 7. áratugnum hafði Suðurlandssíld unnið sér nafn sem góð vara fyrir harðfylgi síldarútvegsnefndar. Saltsíldarmarkaðir lokuðust í stríðinu og því lítið saltað þá, en síldarbræðslan blómstraði og skilaði feikna gróða. Og síldin hélt áfram að hafa áhrif á lífskjör manna sem áður. Síldin hafði mikil áhrif á kaup og kjör í landinu almennt vegna þess að þegar búið var að setja fordæmi einhverjum stað þar sem hægt var að knýja fast á og knýja fram góð kjör, þá var ekki undan því vikist að koma á svipuðum eða samskonar kjörmannastar. Síldartaxtarnir til dæmis á Siglufirði, þeir voru í áratugi, þeir voru síldartaxtar fyrir allt Norðurland og reyndar fyrir allt landið. Árið 1944 mikil bjartsýni og stórhugur ríkjandi. Samsöfnuð orka þjóðarinnar brýst fram og nátengt fögnuð yfir stofnun lýðveldis. Öflug vitund að þjóðinni sé fullfærum að standa á eigin fótum umlukin einhverjum ríkustu fiskimiðum heimsins. Og þar síldin nú orðin aðalfiskurinn. Hún samofin öllum draumum velsæld og farsæla og þjóðlega framtíð. Fyrri hluta lýðveldissumarsins afar lítil síldveiði en 14. ágúst flýgur síldarleitarflugvél út Grímseyjarsund og sendi síðan frá sér tilkynningu. Óteljandi síldartorfur, sundið allt einn flekkur. Torfurnar eru svo stórar að í fyrsta og eina skiptið í sögu síldveiðina leita menn að litlum torfum til að kasta á, annars sprengir síldin næturnar. Þetta ár verður mest og minnistæðast allra mikilla síldarára fram til þessa, aflinn 216.000 tonn, eins og morgungjöf til lýðveldisins og eykur enn stórhuginn og bjartsýnina. Nú horfum við út á síldarlaust Grímseyjarsund og undrumst fortíðina. Haustið tók samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks, Alþýðuflokks og Sósíalistaflokks við völdum undir forsæti Ólafs Thors. Hún notaði stríðsgróðan til að hefja stórhuga nýsköpun í atvinnulífinu. Áformin voru stór í sniðum, byrjaði að reisa stærðar síldarverksmið á Skagaströnd og aðra á Siglufirði í lok stríðsins. Þá var nýrisin síldarverksmiðja einkaaðila í Ingólfsfirði á Ströndum. Miklar framtíðarvonir voru bundnar við verksmiðjuna á Skagaströnd. Þar átti að rísa þaulskipulagður fyrirmyndabær á næstu 5 árum með 2500 manns en íbúar á staðnum voru 300 þegar framkvæmdir hófust. Þetta voru eðlileg og rétt viðbrögð stórhuga manna því síldin var aðal auðsuppspretta þjóðarinnar. Framtíð þessa skagstrendings átti að vera tryggð í síldinni. Í stríðslok var hafin stórkostleg endurnýjun fiskiflotans með sömu svikalausu formerkjum og ráðist hafði verið í fjölgun síldarverksmiðja. 45 skip voru smíðuð í Svíþjóð handa bjartsýnisþjóðinni, auk þeirra sem voru smíðuð innanlands. Þar á ofan var gerður samningur kaup á 28 gufutogurum og 2 dísiltogurum og síðar öðrum 2 til viðbótar. Þetta var í raun og sannleika nýsköpun. Fyrsti nýsköpunartogarinn kemur 1947 og heitir Ingólfur Arnarsson.
Þetta er landnám í framtíðinni, fólkið flykkist niður á bryggju og tekur á móti þessu glæsilega flegi hér bil eins og þjóðhöfðingja. Gunnar Thoroddsen heldur ræðu, ungur maður og uppleið. Allt er á uppleið og gleði og hátíð og eftirvænting í hverju andliti. Á síldarvertíðinni þetta sama ár liggur floti íslenskra og erlendra skipa í vari á Siglufirði. Vertíðin 1945 hafði verið svo lélegast árabil og árið eftir litlu skárri. Það hefðu aldrei komið 2 síldarleysisár í röð fyrr, en það er ekkert að óttast, nóg síld í sjónum. Metárið 44 sannaði það. Nei, ekkert að óttast og sjómennirnir hafa fatað sig upp fyrir vertíðina. Aldrei hefðu menn bundið jafnmiklar vonir við síldveiðarnar á árið 1947. Aldrei hafði þjóðin veðsett framtíð sína jafn rækilega í síldarflotanum. Allra augu mændu út á miðin þar sem 4035 sjómenn á 264 skipum biðu eftir stórukastunum. Það er mikið í húfi fyrir sjómennina. Á mestu aflaskipum gátu sjómenn haft sem svaraði góðum árslaunum á síldarvertíðinni, rúmur 2 mánuðum. Árið 1943 hafði Bjarki Elíasson 35.000 krónur í hlut. Þá var verkamannakaup í landi 3.000 krónur á mánuði. En þetta verður 3. síldarleysissumarið í röð. Menn setur hljóða. Allir þessi 9 bátar, stórkostlegu versmiður. Hvað er að gerast? Við því fást engin svör. En hérna á Sundunum höfðu orðið þau tíðindi í byrjun árs 47 að í fyrsta sinn var kastað á síld af vetrarlagi með snurpu og hringnót. Kastað var eftir dýftarmæli enda síldin ekki vaðandi því þetta var hávetur og engin áta í yfirborðinu. 60 skip tóku þátt í veiðunum þegar mest var, en í mars tók fyrir þær. Leiddu menn ekki frekar hugan að þeim enda öll vonum mikla síldveiði bundin við sumarveiðar. En í byrjun nóvember fær Rifsnesið 1700 mál síldar í Hvalfirði og síðan 4 aðrir bátar samtals 3450 mál. Þetta var upphaf síldveiða sem voru svo óvæntar og stórfenglegar að þær voru lyginni líkastar. Allt í einu var höfuðborgin orðin meiri háttar síldarbær. Síldarbátar að sunnan, vestan, norðan, austan stímdu inn á Gósinsjóin í Hvalfirði á fullri ferð. Síldarmassin var stiginn af kappi og allir vildu massera með. Ekki síst þeir sem voru svo illa komnir eftir undanfarið síldarleysissumur að svo til allt var komið undir hamarinn. Engin botnar neitt í neinu. Síldin hefði gefið þjóðinni langt nef fyrir norðan og var svo allt í einu komin inn í Hvalfjörð í svo gífurlegu magni að 10 dögum síðar er aflinn orðinn 52.000 mál. Á næstu vikum er síldinni mokað upp og þegar líður á jólum er hún komin inn á Sund. Það er kastað og háfað á Kleppsvíkinni við Engey og á Ytruhöfninni. Miðjan desember er aflinn orðinn 500.000 mál og þegar Betlehem jólana fyllir höfuðborgarsálirnar af þessu herrans ári 1947 er ekkert lát á guðsgjöfinni og gosdrunnurnar frá Heklu þrauma undir. Svo líður þetta ár í aldanna skaut en síldin heldur áfram að veiðast á nýja árinu. Síldarbæjafólki fyrir norðan hlustar agndofa á síldarfréttirnar að sunnan en Reykvíkingar skemmta sér við að horfa á veiðarnar. Á ótrúlega skömmum tíma hafa tugþúsundir mála orðið hundruðum þúsunda og ekkert lát á. En nú er ekkert síldarplanslíf, engir sumarglaðir síldarsjómenn, engin síldarromantík. Aðeins óslitinn straumur skipa sem moka síldinu upp eins og úr haug. Raðir að drekklöðnum skipum við hverja bryggju og sífelld löndunarbið. Síldarfréttirnar hrópa af síðum dagblaðanna. En
hvað átt að gera við alla þessa síld? Hún var misstór og ekki söltunarhæf. Þetta var bræðslusíld. En í höfuðborginni var engin síldarverksmiðja, aðeins örfáar litlar bræðslur í nágrannabæi. Það var brugðið á það ráð að flytja síldina með skipum til Siglufjarðar, stór skip leigð til flutninganna. Þau höfðu aldrei undan og síldinni var ekið í geysilegan haug á framvellinum norðan við sjómannaskólann. Þar var hún geymd þar til hægt var að koma inn í flutningaskipin. Aflinn verður alls 1.200.000 mál eða 162.000 tonn. Nú brugðið skjótt við, keypt fljótandi síldarverksmiðja í skipslíki. Skipin gefið nafnið Hæringur og stærsta og ljótasta skip Íslendinga. Hvern verður það? Í þessu skipi á að sjóða, pressa, þurrka, mala alla síldina sem hlýtur að koma haustið 48. Svo byggð síldarverksmiðja í Örfirisey. En silfur hafsins lendir ekki í Hæringi, ekki heldur í verksmiðjunni í Örfirisey. Sjórinn á Sundunum og í Hvalfirði samur við sig, en síldin syndir burt. Hvert veit enginn, en einu sinni gefur hún öllum langt nef og fer sinna eigin ferða eins og kötturinn. Árið 1955 aflaleysisumrun orðin 11 og engin Hvalfjarðarsíld. Engir fundu eins fyrir síldarleysun og Siglfirðingar. Meðan síldin var og hét hafði Siglufjörður oftast gengið næst Reykjavík í framleiðslu útflutningsverðmæta. Þar var lífsafkoman algjörlega bundin síldinni, en nú var þar oft tómlegt að litast á plönunum og peningalyktin stopul. Brottflutningur fólks á þessum árum var geysilega mikill og það var ákveðið svona vonleysi hjá mörgum. En engu að síður þá var síldartrúin gamla, hún var við lýði alveg fram til 1968. Maður upplifði öll þessi ár, dánárin, en það var alltaf óbílandi trú að þetta myndi koma aftur, sem hjálpaði okkur svo mikið og maður var alltaf að spá í þessa hluti stanslaust, vakandi og sofandi. En svo fer þetta smá koma. En sérstaklega með tilkomu leitartækjana sem að almennt kallað astigtæki. Á þessum árum urðu tíðindi á síldarmiðunum sem á rekja til heimsstyrjaldarinnar. Kafbátar Þjóðverja höfðu valdið miklum usla á skipum bandamanna, en allt í einu urðu kafbátarnir hvergi óhultir. Sett höfðu verið tæki í herskipin sem endurvörpuðu hátíðnihljóði frá föstum hlutum og sveim í djúpunni. Þetta var astikið. Það var notað til hvalaleitar eftir styrjölduna en brátt var ljóst að það dugði líka til að finna fiskitorfur. Þetta astiktæki var sett í ægi haustið 1953, hið fyrsta sinna tegundar hérlendis og ætlað til síldarleitar. Síldveiðarnar við Norðurland, alveg frá því rétt eftir aldamót þegar þær byrja, að þær byggjast fyrst og fremst á því að síldin óð á sumrin, kom við yfirborðið og torfurnar sáust oft langt að, ég vil 10 sjómíl og ég hef séð síldartorfu í 10 sjómíl fjarlægstundum og sjálfsagt aðrir ennþá lengra. En mér vitanlega þetta alveg einstakt í heiminum, ég veit ekki til þess að síld hafi vaðið annar staðar og á þessu byggðist í raun og veru öll veiðin. Síðan skeður það að hún hættir að ganga á grunnmið eins og hún gerði áður, vafalaust vegna þess að ætið færðist fjær landinu og þá fann maður vaðandi síld miklu sjaldnar heldur en þegar hún var á grunnmiðum. Hún hagaði sér allt öðruvísi þegar hún var á djúpinu og óð þar miklu sjaldnar og þá dugði ekkert annað en þessi nýju leitartæki. Skipstjórinn á víðu öðrum, Eggert Gíslason, varð fyrstur til að ná verulegum og ótvíræðum árangri með astiki. Einn daginn missir hann torfu en hefur astikið á henni og leiðbeinir astiklausum félaga sínum gegnum talstöðuna við að kasta á torfuna. Allur flotinn hlustar á. Þessi atburður markaði raun tímamót í notkun astiksins. Þótt þessi tæki væri frumstæð voru þau upphafið að mikilli byltingu í síldveiðum. Þá fóru þessi gamlingjar sem ekki hafði trú á sig í land og pöntuðu þessi tæki. Þeir veit ekki eins og panta þetta ekki einhvern talstöðan heldur að það fær keyra í land eða hringja frá Höfðavatni.
Þetta bara eins og alltaf nýji tíminn og það gamla. Þarna var maður ungur. Sú breyting verður nú á hátterni síldarinnar að hún heldur sig æ austar á veiðisvæðinu. Raufarhöfn verður næstmesti síldarbær landsins á þessu tímabili og æ meira í síldarfréttum. Nú taka stórvirkir síldarseltendur að reisa þar síldarstöðvar. Þar reisir Óskar Halldórsson sína síðustu síldarstöð. Hann andast árið 1953. Vopnafjörður nýtur og góðs að þessu háttalagi síldarinnar og verður talsverður síldarbær. Aukin notkun astigsins skila sér greinilega í auknum afla á síðari helmingi 7. áratugarins. Árið 1959 verður 5. mesta aflaár frá upphafi að Hvalfjarðarsíldinni meðtalinni og var nú ekki laust við að gamli síldarfyringurinn væri farin að kitla síldarhjarta þjóðarinnar svo munaði. Þetta góða síldarsumar vekur 200 lesta stálskip Guðmundur Þórðarson RS-70 mikla athygli á miðunum. Skipstjóri Haraldur Ágústsson, aðeins 29 ára gamall en hefur þegar getið sér orð sem aflamaður. Eigandi skipsins Baldur Guðmundsson. Skipið útbúið kraftblökk til að draga nótina beint borð. Þar með urðu Íslendingar fyrstir allra þjóða til að nota kraftblökk við síldveiðar á hefðbundnum veiðiskipum. Þessi nýja veiðiaðferð vakti svo mikla athygli að skipstjórar erlendra skipa gerðu sér sérstakar ferðir að skipinu til þess að festa á filmu Haraldur og félagar voru að fást við síldina. Nú leysti tæknin handaflið af hólmi. Nótin var aftast á skipinu og henni kastað hún dregin af skipinu sjálfu en ekki notað nótabátur. Myndin gamalkunna af síldarskipi með nótabát eða nótabáta á síðunni þokaðist inn í fortíðina. Í vondum veðrum kom fyrir að nótabátarnir sukku og nótin fór í sjóinn. Nú var svo hætt úr sögunni og skipin gátu bæði veitt og ferðast í miklu verri veðrum en áður. Auk þess voru þau miklu fljótar í förum. Þar sem nótin var dregin með vélarafli skipsins var unnt að ná miklu stærri köstum borð. Vinna áhafnarinnar var miklu léttari. Áður hafði stærð og þyngd nótar ekki mátt vera meiri en svo að mannsaflið dygði til að draga hana. Nú var hægt að lengja og dýpka næturnar til mikilla muna og þar með var unnt að ná til síldarinnar á miklu meira dýpi en áður. Þessar mundir urðu astíktækin mun fullkomnar en litla handstýratækið sem Eggert Gíslason náði fyrstur manna góðum árangri með. Eggert og Haraldur Ágústsson voru brautryðjendur nýrra tíma. Astíkið og kraftblökkin urðu undirstaða nýs síldveiðitímabils sem svo gjör ólíkt en fyrri að allur samanburður nánast út í hött. Nú hófust stórkostlegustu aflabrögð sem getur í fiskveiðisögu þjóðarinnar. Árið 1960 eru hvorki meira né minna en 70 stálskip í smíðum erlendis. Aflaskipin Víðir Annar og Jón Kjartansson eru orðin úrelt til síldveiða áður en varir. Sama gildir fjölda annara skipa af sömu stærð. Það eins og síldarliðið hafi fengið vítamínsprautu. Vonleysi svipurinn horfinn, í staðinn kominn spenningur, árvekni, spilað djarft, sóknarleikur. Á næstu árum bætast stórglæsileg stálskip í flotann með svo miklum hraða að engu líkara en líf þjóðarinnar sé í húfi. Og engir smá koppar. Kraftblökkinu þung og mikill yfirþungi á skipunum þegar nótin komin á bátapallin. Litlu tréskipin bera þetta ekki, reyndar ekki stóru tréskipin heldur. Árið 1961 rennur óskastundin upp, besta síldarvertíð fyrir Norður- og Austurlandi síðan 1944. Með tilkomu kraftblakkarinnar verður líka bylting í síldveiðum sunnanlands. Skip með kraftblökk héldu óhikað til veiða í válendri veðráttu og jusu upp síldargullinu fyrir Suðurlandi. Og þetta ár stóðu veiðarnar frá miðjum október og fram í maí á næsta ári.
Ársaflinn verður tæp 326.000 tonn en aflárið 44 sem sífellt hafði verið vitnað til hafði veiðst rúm 216.000 tonn. Ungir stóraflamenn setja æ meiri svip á síldveiðarnar og ungur maður hafði tekið í síldarleitin árið 1957, Jakob Jakobsson. Þetta var náttúrulega alveg ólýsanleg spenna á hverju einasta vori þegar við lögðum á stað að leita að fyrstu göngunni og vitandi það að það náttúrulega biðu þarna 200 síldveiðiskip tilbúin að fara. Stundum var nú reyndar verkfall oft á þessum árum og þegar ég fann mikla síld þá var ég sakaður það stundum að sprengja verkfall með allt og miklum síldarfréttum en það var líka ólýsanlega gaman að geta tilkynnt það að nú væri stór síldarganga fundin svo fyrst á sumrinu. En meðan allt í sælum blóma og síldarmiðunum skulum við aðeins skreppa inn í nútíman og sjá hvernig umhorfs og Djúpuvík. Þar var áður draumamiðstöð síldargróðans eins og við vitum. Nú talar þar allt máli fallvaltleikans. Djúpavík var mjög á fallanda fæti á síldarleysisáronum enda hafði síldveiðin þá færst öll austur á bóginn. Það er óralangt síðan þessi auglýsing birtist og vitnað gróðatíð, en það er engin ástæða til að síta hér og nú á þessum stað. Þvert á móti skulum við láta þessar rústir minna okkur á glæsileg fortíðarinnar enda óhætt. Þessi versmiði hafði borgað sig margfaldlega þegar hún lagði upp laupana. Þótt þeir skemmtilegu dagar þegar allt var hér með miklum blóma sé nú löngu liðnir, getum við nú gert ýmislegt okkur til skemmtunar sem ekki var hægt að gera hér áður fyrr. Það hljómaði ekki svona vel í þessum geimi þegar hann var fullur af lýsi. Við skulum líka líta við inn í eldofni og dást að handarverkum þess sem hann reisti. Þetta er meistarasmíð enda þeir teljandi á fáum fingrum sem gátu gert svona ofna. Skammt frá versmiðjunni stendur kvennabragginn og hefur fengið andlitslyftingu. Svona var hann einu sinni. Og þetta fólk átti einu sinni starfslíf á þessum stað og sagði: á síldinu öll erum orðin rík, á Ingólfsfirði og Djúpuvík. Inn í húsinu stendur virðuleg eldavél sem síldarstúlkurnar elduðu matinn sinn á. Við göngum upp forframaðan stiga sem kom frá síldarstöðin á Sólbakka í Önundarfirði, fyrir margt löngu. Hér er nú Hótel Djúpavík. Já, sumir urðu ríkir á síldinni sem barst á land í Ingólfsfirði, en það var löngu áður en þessi verksmiðja reis 1944. Hún var eign hlutafélagsins Ingólfs. Á henni var engin ríkur. Hún fékk í sig það ár og dálítið næsta ár en síðan varla söguna meir. Draumarnir rættust á Djúpuvík en ekki hérna. Hér ráða nú kríur ríkjum og verja góssið á alefli, rétt eins og það hefur verið þeim ætlað frá upphafi. Ofurlítill kríungi sannar okkur að lífið hefur sinn gang hvað sem öllum fallvaltleika líður. Við óskum honum velfarnaðar í nútímanum og hverfum inn í sumarblíðum árið 1962. Einhverja mestu sumarblíðu í manna minnum. Síld allan sjó fyrir Austfjörðum, sumstaðar vaðandi upp í landsteinum og inn á fjörðum.
Síldin ryðst inn í austfirsk sjávarþorp, gerir strandhögg í hefðbundin sjávarútveg þeirra, kitlar íbúendur gróðauganum. Skipakaup í stórum stíl, versmiður endurbættar, nýjar reistar en ekki stórar. Afkastamestu bræðslurnar eru fyrir norðan og þangað verða stórfelldir síldarflutningar með skipum. Þetta verður mesta aflasumar fram til þessa og ársaflinn meir en tvöfaldur afli ársins 1944. Þetta sumar er síld fyrir öllu Norðurlandi en úti í landkantinum. Það vantar ekki nema hún komi upp að landinu eins og til dæmis 1929 og þá verður allt eins og í gamla daga. Nú eru 4 skip og 2 flugvélar við síldarleit. Sumarið 1962 er alveg ógleymanlegt vegna þess að þá gekk allt upp, það var eiginlega sama hvar við höfðum búist við síld að þá komum þar. Þá var komin talsverð reynsla á það að nota þróun átuflekkjana og sjávarhitan til að spá fyrir síldargöngurnar og það var sameiginlega hvort þetta var fyrir norðanlandið austan að það fann síld ævinlega það sem við byggumst við og það var alveg augljóst að starfsemi síldarleitarinnar að minnsta kosti þetta sumar bara alveg gífurlegan árangur og þakklæti skipstjórinn kom meðal annars fram í því að þeir buðu okkur til dýrlegrar veislu haustið þegar að síldarvertíðinni var lokið haustið 62. Þetta sumar er svona greift í minninu sem einlega langskemmtilegasta kafli í mínum starfsferli. Þetta sumar vakti ekki síður bjartsýni norrlendinga en austfirðinga, en árið eftir fæst langmestur hluti aflans sunnan Langanes. Sumarið 64 gerist það í fyrsta sinn að síldar verður ekki vart fyrir öllu Norðurlandi. Sár vonbrigði fyrir Siglfirðinga. Hins vegar kemur síldin í miklu magni á grunnslóð við Austfirði. Skipin eru líka að eltast í síldina órafjarri landi. Á þessu sumri líkur síldveiðum á Norðurlandsmiðum fyrir fullt og allt. Í nokkur ár hafði verið vitað regnhetaveiðar sovjaskra skipa 60-100 sjómílur út af Norðfirði. Þessi skip hefðu stundað veiðar á haustin og alveg fram yfir áramót. Þarna voru vetursötustöðvar norsk-íslenska síldarstofnsins. Skipin hófu nú veiðar á þessu svæði sem nefnt var Rauðatorgið vegna sovjasku veiðskipana. Lætur að líkum að Rússarnir rák upp stór augu þegar þessi stærðar floti kraftlakkarskipa öslaði inn á miðin þar sem þeir höfðu verið að hrista nokkur hundruð tunnur úr regnmetatrossum en íslensku skipin fengu þúsundir tunna í einu kasti. Síldin hélt sig við botnin á daginn en seig upp á nóttinni. Þarna voru skipin á kvöld og næturveiðum þar til síldin hélt til Noregs til að hrygna í byrjun janúar. Höfðu þá veiðar á norsk-íslenska stofnunum staði nær 8 mánuði samfleytt en fyrr á tíð 2-3 mánuði. Með suðvestur og suðurlandsveiðum voru síldveiðar nú stundaðar árið kring. Síldarmagni þarna á Rauðatorginu þegar mest var er náttúrulega miklu meira en maður gera sér grein fyrir. Stundu þegar maður var á leiðin út á kvöldin og bjart veður var og gott, var að koma að fjörðunum. Þá sá maður ljósa dýrðina, eins og augað eigði, bæði á bak og stjór og framundan. Þetta var eins og maður væri að koma í stóra hafnarborg. Þá voru þarna við minni 600-800 rússar fyrir utan alla aðra og Íslendingana. Og magni var það mikið að þegar það dýfkaði fram á landkantinum og var kannski hérna í rökkrinu á kvöldin að byrja að skyggja, þá fór að lóða á síldniður á kannski 200-300 föðmum og maður var að keyra hérna út á dýpið og eftir því sem maður dimmaði meira og leið á kvöldi þá fór síldin að koma meira upp og það var nánast að sjá á dýptamæli eins og maður keyrði þarna upp brekku. Því síldin kom alltaf ofar eftir því sem maður kom út þar og þetta endaði með því að hún var komin upp undir yfirborð og þá var farið að kasta. Vetrarveiðarnar voru engin barnaleikur. Síldin varasamur farmur gat kastast til í lestinni og ef sjór komst í lest var voðin vís enda fórust allmörg síldarskip á þessum árum. En það þurfti ekki vont veður til að hættu ástand gæti skapast. Stundum lagði síldarþungin í nótinni skip á hliðina. Þá var öryggi að hafa aðra nærstadda.
Það var svo samvinnan í þessu að menn hættu að kasta til þess að fara að hjálpa næsta manni ef eitthvað var óklárt hjá hann, draga hann út úr nót eða slíkt. Það var allir eins og einn maður. Það var svo breiður. Á þessu tímabili voru allir bestu fiskimenn landsins samankomnir á síldarmiðunum, blómi íslenskra sjómannastéttar. Þessum mönnum átti þjóðin mikið að þakka því þótt veiðitæknin væri stórkostleg veit hún ekki sjálf. Mannlegir þættir voru allstaðar innanum og saman við og réðu oft úrslitum. Stærsta kast sem hafði náðst á síldarárunum fyrri var 1600 mál eða 216 tonn. En nú voru næturnar orðnar svo miklar og sterkar, ekki síst eftir að nælónu kom til sögunar, að menn voru að fá 1000 tonn í einu kasti, fylltu eigið skip og gáfu öðrum afgangi. Á þessum tíma þá þróunin geysilega ör í gerð nóta. Og þeir voru alltaf að stækka. Auðvitað stækkuðu skipin, en síldin var alltaf að fara neðar og neðar. Fyrsta nótin sem vorum með, hún var 165 faðma löng og 25 faðma djúp. Hún vóg 2,5 tonn. Það var 2 kíló af blýi á faðminn. Áratugir seinna, síðasta nótin okkar, hún var 300 faðma löng og 135 faðma djúp. Það voru 15 kíló af blýi á hvert faðm. Og hún vóg 14 tonn. Þá þurftum við 2 stóra vörubíla til að koma inn borð. En hún komst, fyrsta nótin komst fyrir litlum vörubíl. En kannski ennþá gleggri mynd af stærðin svo að fyrsta nótin var 13.500 fermetrar, en svo síðasta var 134.000 fermetrar. Þetta var ekki neitt smá bleðill. Þetta gefur enn frekari mynd af stærð nótanna og þessi nót þó ekki með stærstu nótum. Hallgrímskirkja öðrum megin og hús Hafrannsóknastofnunar hinum megin. Á þessum árum kom netagerð Friðriks Vilhjálmssonar á Neskupstað mjög við sögu. Næturnar vildu togna og breyta sér og þá hættu þær að gagnast veiðimönnunum. Margur fór ill út úr því að vera með vitlausa nót, bæði fyrr og síðar. Friðrik bætti mein margra nóta og enn unnið við nótagerð í þessu húsi. Síldarplanið breytist ekki í eðli sínu þótt endurbætur séu gerðar á bjóðum og kössum og síldarfólki fer enn til síldarstaðana með tilhlökkun og spenningi svo áður. Fljótlega tekið að byggja yfir síldarplönin enda saltað langt fram eftir hausti. Vinnutæknin breytist en síldarlífið í stórum dráttu það sama, síldin mótar allt í sína eigin mynd. Síldarstúlkan með stórum staf á greini líka enn á sínum stað og væntanlega ung og fögur og brosandi og svo framvegis. Ég eiginlega alveg handviss það að sko atvinnulíf hefur aldrei, hvorki fyrr né síðar á þessum stöðum, mótað unglinga og börn jafn sterkt eins og síldarárin gerði á þessum tíma. Við strákarnir við fórum út á mótnana gjarnan og lékum okkur saman allan daginn og við til dæmis töluðum saman eins og kallarnir, skipstjórarnir töluðu saman í talstöðunum út á síldarmiðunum. Og við hættum að vera Roy Rogers og Prince Valiant og þessar hetjur heldur urðu við síldarbátarnir. Sérstaklega toppbátarnir sko, þessi mest öflugu. Ég meina því ég var Víðir Annar og Garði heilu dagana og menn hérna í Neskupstað létu sig hafa það að vera Guðrún Þorkelsdóttir frá Eskifirði. Það var nú erfitt, það hefur nú löngu verið rígur á milli þessara staða en Guðrún Þorkelsdóttir var aflaskip og þess vegna létu menn sig hafa það. Og þegar að kunningi minn sem var Guðrún til dæmis talaði til mín
Nú þá var kallað sko víðir annar Guðrún Þorkelsdóttir kallar skipti og ég svaraði sama dúr. Það er ekki ýkja langt í tíma frá þessari verksmiðju til þeirra á Skagaströnd, en þar er síldarleysið, vonbrigðin og tómleikinn, hér síldin, gróðavonin og spenningurinn. Hann var allavega æsandi þessi tími og maður hafði mjög gaman að þessu sem ungur maður að vera komin með allan sitt líkansþrek á fullu spani til þess að ná í sig mest. Því menn voru ekkert að spekla í svefni, það var aðalega að ná í síldina. Síldin er þannig fiskur og hún gerir allt svona líflegt í kringum sig. Hafís leggst að Norður- og Austurlandi á útmánuðum árið 1965. Vorið er sjórinn fyrir norðan gífurlega kaldur og svo til engin rauðáta finnanleg. Engin síld kemur á miðin við landið í júní, það hefur ekki gerst fyrir. Síldin fer norður til Jan Mayen og lengst norðaustur í haf. Gönguleiðirnar eru orðnar geysi langar. Síldveiðiflotinn er nú langdvölum út á Reginhafi og við Jan Mayen. Ársaflinn verður 763.000 tonn, slíkt stóraflamett að menn sundlar. Fjarvistir sjómanna frá fjölskyldum sínum eru orðnar langar. Sumarið 1966 rennur upp með stærri skipum og enn meiri fyrirheitum. En þetta verður þriðja sumarið í röð sem allt svæðið frá Strandagrunni og austur fyrir Melrakkasléttu er síldarlaust. Síldin er flutt með mörgum tankskipum frá miðunum og er henni dælt í þau beint úr veiðiskipunum. Þetta sumar kaupa síldarverksmiðjur ríkisins síldarflutningaskipið Haförnin. Hann getur flutt 3300 tonn í ferð. Hann færir skipunum 160 lestir af olíu í hverri ferð og líka vistir, svo hann er eins konar móðurskip. Heimahöfn Havarnarins er Siglufjörður og af þessum síldarflutningum hafa Siglfirðingar mikla atvinnu. Árið 1966 verður mesta síldveiðiár allra tíma, 770.000 tonn. Samanlagður afli þriggja hæstu skipa er jafn mikill og alls flotans síldarleysisárin. Þetta ár nemur verðmæti síldarinnar 44% af heildarútflutningi sjávarafurða og hefur aldrei orðið meira. Síldarpeningarnir flæða allt þjóðlífið og láta engan ósnortinn. Hvílíkir uppgangstímar. Það er eins og þjóðin sé komin á allsherja síldarfyllirí. Þensla á öllum sviðum. Byggt og byggt og byggt. Kaupgetan eykst og verðbólgan eykst. Allstaðar stórfelld uppbygging, ekki síst í höfuðborginni, en auðvitað líka á Austfjörðum. Við Norðfirðingar við nutum þess að í langflestum tilvikum þá áttum við okkar fyrirtæki, einstaklingar og félög sem að voru hér á staðnum. Þannig að sá hagnaður sem varð, hann varð eftir í byggðarlaginu. Það var allavega keyptur svo bátur, nýr bátur að hefði ekki ykkur síldarsvöldunarstöðu lánað í hann. Svona var þetta. Og þar með var þetta með eins með okkur að okkar síldargróði, sá sem hann var, ég var nú sem aldrei hvað hann var mikil, hann fór í þessi skip, fór í þessa báta.
Maður hefur á vissum tímum orðið fólk ríkur og það gerðist eftir á síldarárunum yfir styttri tíma og maður var auðvitað fljótur að breyta því í báta eða þá eitthvað annað í sambandi við sjávarútvegið. Auðvitað hefur þetta skapað miklar eignir og eins og getur nú séð bara hérna út gluggan, allar eignir sem þetta skapaði, bæði sérstaklega þessi síld og svo loðnuveiðin og eftir. Þá getur nú séð megnið af þessum eignum hérna út gluggan, en þá er það bara hvers virði eru þessar eignir í dag og hvers virði verða þær í framtíðin. Þetta er engir peningar. Ekki þarf að hafa mörg orð þær miklu aflavonir sem menn höfðu í byrjun vertíðar 1967 eftir 2 stór aflaár í röð. Þessar vonir brugðust hrapalega. Nú brá svo við að síldin stöðvaðist ekki sunnan við Jan Mayen þar sem hún hefði verið áður. Skipin máttu elta hana norður fyrir eina. Sigling heim til Íslands tók nú hvorki meira né minna en 4 til 5 sólarhringa. Sumaraflinn var langt minni árið áður en menn vonuðust til að geta bætt úr því á Rauðatorginu. En nú brá svo við að síldin myndaði ekki stórtorfur eða flekki í vetrarástandi. Svo veiðin þar var líka miklu minni. Ársaflinn rúmum 300.000 tonnum minni en árið áður. Íslenska vorgotssíldin hafði verið rúmur helmingur sumaraflans árið 1962. 3 árum síðar var hún aðeins 6,5% og sumargotssíldar varð ekki vart. Og þegar hér komið sögu ljóst að íslensku síldarstofnarnir eru hrundir. En fram að því hafði ekki hvarflað að neinum fiskifræðingi að hægt verið að ofveiða uppsjávarfiska eins og síldina. Hún væri svo framarlega í fæðukeðjunni og merðin svo mikil. Þetta var stór áfall. Ársaflinn 1968 var ekki nema 142.000 tonn en hafði verið 770.000 tonn 2 árum áður. Síldveiðina 1969 best að hafa sem fast orð. Þá aflaði þessi best útbúni síldveiðifloti heimsins ekki nema 56.000 tonn en það var svipað magn og síldarleysis árunum áður. Norsk-íslenski síldarstofninn var hruninn. Norðmenn, þeim tókst að læra það af Íslendingum að nota fiskileitartæki við síldveiðarnar og síðan beittu þeir þessari tækni í smásíldarveiðunum. Þeir veiddu smásíldina á uppeldisstöðunum í fjörðum og flóum norður Noregs og þeir urðu svo duglegir við þetta að þeir þurrkuðu upp hvern árganginn af fætur öðrum. Þar fyrir utan voru stundaðar mjög miklar veiðar á fullorðnu síldinni. Það þriðja atriði sem olli hruninu var þessi gerbreyting á vistkerfinu á ætissvæði síldarinnar milli Íslands og Jan Mayen þegar að allt þetta svæði fylltist af pólsjó og rauðáttustofninn hrundi og síldin varð að fara alla leið til Svalbarða til að leita sér að æti. Gönguleiðirnar margfölduðust og þetta olli miklu álagi á síldarstofninn og ég engum vafa það að þetta þriðja atriði hefði mikil áhrif ekki síður heldur veiðarnar. Þegar þetta mikilfenglega en stutta síldveiðitímabil stóð sem hæst hafði Seyðisfjörður verið aðallöndunarstaðurinn. Síldarstöðar hlið við hlið beggja megin fjarðarins og fjörðurinn fullur af fullkomnustu síldarskipum heims í landlegum. Hundrað árum áður var maður á rjáttli í þessum firði í leit að beitu og leit ekki við síldin í flæðarmálunum. Kannski leit hann svona út. Kannski svona. Vorið eftir sigldi fyrsta seglskipið í norskum síldveiðiflota inn fjörðinn. Það leiddi til þess að maðurinn tók silfurfiskinn upp og beitt honum. Þannig var upphafið að síldarævintýrunum miklu sem menn höfðu þessi orðum löngu síðar. Þetta var heillandi ævintýri og að fá að taka þátt í þessu
Þetta er ekki blámi minningana heldur, er þetta mesta atvinnuævintýri sem hefur yfir þjóðina komið. Þetta var að mér fannst ákaflega heillandi líf. Það var búið spennt fyrir síldinni. Þegar maður rennir huganum tilbaka þá auðvitað hefði maður ekkert á móti því að byrja þetta aftur. Síldin er eins og áfengisýki. Maður losnar aldrei við hann á blóðinu eftir maður einu sinni komist í kynni við hana. Þetta var óborganlegu tími. Alveg óborganlegu tími. Við lifum með þessu gömlu kallari þegar við vonum að við möttum sjá síldina hérna fyrir austan áður en að við snúum tánum upp. Ég er alveg samferður það að norsk-íslenska síldin á eftir að koma aftur á miðin við Norður- og Austurland. Spurningin er ekki hvort hún kemur heldur hvenær hún kemur. Til þess að svo megi verða þá þurfum við að fá fleiri sterka árganga í stofnin þannig að það verði of þröngt hana við vesturströnd Noregs og þá á hún eftir að koma hingað. Ég spái því að hún komi mjög fljótlega eftir aldamótin ef hún kemur þá ekki fyrir aldamót. Og þá verður aftur svartur sjór af síld.